myndprjón. Í myndprjóni best, ég hérna með aðalit og svo ég með gráan hérna og það sem best að gera þegar maður að prjóna myndprjón að hafa auka hnykil í sama aðalit. Garnið flækist mjög mikið að því maður að vefa því saman, þannig að ég mæli með að það sé hafður auka hnykill, annarkvort bara úr nýrri dokku ef það mikið, eða þá þú vefi bara upp hluta. Í byrjun þá byrja ég á því að taka hérna bara fyrstu lykkjuna fram af og eins og þið sjáið þá lykkjustaðan svona hjá mér og það út af því að þegar ég prjóna brugðið, af því að þetta fram og tilbaka, þá snýr lykkjustaðan svona hjá mér, ég prjóna brugðið þannig. Hjá sumum snýr hún svona og ég get aldrei talað þess að lykkjustöðun á því það skiptir allir máli. Ef hún snýri svona fer ég inn í hennan svona, en núna því hún snýr svona þá fer ég inn í hennan svona. En í myndprjóni rosa mikið af endum og eitt af því sem mér leiðist rosalega í endum að ganga frá. Þannig að það sem ég geri að ég byrja á því að vefa inn endan og ég byrja bara á því að taka hérna svona og þú setur hann yfir, heldur við og prjónar svo eina lykkju. Og það sem ég geri svo að ég sé ekki að sóa garni að ég dreg endan svolítið nær, svona sé ekki eins langur. Og svo held ég bara áfram og ég vefa hann inn, hann fer alltaf yfir. Og ég prjóna næstu og ég set hann yfir og prjóna næstu og ég set hann yfir og prjóna næstu og ég set hann yfir og prjóna næstu. Og við þetta flækist garnið náttúrulega mjög mikið saman eins og þið sjáið og þá þarf maður að laga það oft kannski á milli sem að tekur náttúrulega tíma en það betra að gera það. Núna ætla ég að breyta lit og þá ætla ég að taka inn þennan gráa. Þá ger ég þannig að ég vef hann tvisvar. En ég skil þennan eftir. En ég ætla að byrja með núna hinn hnykilinn. Þannig að þá byrja ég líka á því að vefa hann inn og setja hann eins og áðan. Svona. Sjá að þetta fer allt í flækju. En allavega. Og svo byrja ég bara á því að prjóna hann inn. Þetta datt nú, skulum bara gera þetta aftur. Hvar hann? Sjáðu, þetta algjör flækja. Ég set hann hérna yfir, tek þennan og prjóna eina. Núna snýr lykkjustaðan svona hjá mér að ég laga þetta. Og það sem ég geri núna að ég toga þar sem gamla bandi var, að ég toga aðeins í það. En ég held áfram að vefa nýja bandið inn eins og áðan. Svona. Og lykkjustaðan rétt hjá mér að því að ég hafði eitthvað að laga þarna áðan. Svo. Svona. Ok, einu sinni enn kannski. Sjáið. Bandið hér.
svona. Og núna ég að fara að bæta inn þessum nýjan hykli sem ég var að prjóna og þá ger ég þetta, sjá þetta mikið að endum, þá ger ég þetta tvisvar, bara einu sinni, sem sagt þá fer þessi sem ég var að prjóna, hann fer yfir og aftur yfir og svo held ég áfram að prjóna. Þannig að núna þetta tvisvar. Og núna prjóna ég bara hérna út á enda. Og eins og þið sjáið þá kemur þetta svona út. Þannig að þá ég búin að vefa inn og þarf ekki að ganga frá þessum hérna. Síðan núna þá sný ég við og þetta fram og tilbaka myndprjón. Byrjaði að taka fyrstu lykkjuna hérna fram af og að því hún hérna megin, sem sagt þegar hún á, að því hún hérna megin, þá fer hún hérna aftur fyrir. Og þá byrja ég að prjóna hérna brauðið, 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 brauðið. Og núna ég komin að því þar sem að ég var áðan og þá þarf ég að taka bandið, þennan gráa, ég legg sem sagt þennan hérna yfir og tek bandið upp hér, svona. Og svo prjóna ég brauðið og ég tosa aðeins í þennan til að strekkja á og svo prjóna ég brauðið bara þennan lit að næstu skilum. Alveg eins hérna megin. Nú tek ég gatnið sem var hérna megin, þessi fyrir yfir. Og nú þetta allt komið í flækju þannig að það gott að laga það. Bara minnast á það að þetta það sem gerist í raun og veru. Og nú prjóna ég brauðið. Og ég toga í og kissan mín greinilega fúl af því ég hér inni, kannski það sem þið heyrið, og ég prjóna út á enda. Svona, núna sný ég aftur við. Svona. Og segjum sem svo að núna ætla ég að prjóna þessa gráa. Þá ger ég það þannig að þá set ég hana yfir svona og byrja núna að prjóna gráa. Og tosa í og held áfram. Ef ég ætla að prjóna núna bleika, þá myndi ég setja bleika gatnið yfir, tvisvar, svona, og halda áfram að prjóna bleika. En núna ætla ég að prjóna einu lengra svo þið sjá hvernig það gert. Þannig að það bara eins, svona, og svo set ég gatnið yfir og það til þess að það krækist í. Ég ætla að sýna ykkur þetta hérna aftan á.
Sjáu þið, þá krækist það hérna í. Þannig að þess vegna verður ekki gat hér. Svona. Og ég ætla að fara eina umferð enn til að sýna ykkur bara þá, og svo ætla ég að sýna ykkur hvernig við klárum að prjóna alveg yfir allan litin. Við getum kannski gert það bara núna. Svona, svona, svona. Þetta er allt í flækju. Þá verðum við bara að greiða úr þessari flækju. Svona. Og núna ætla ég að prjóna bleika alveg yfir. Og þá vef ég þessi hérna, hann fyrir yfir og ég tek upp aftur þennan hér. Þannig að þetta verður svona. Og ég prjóna hérna bleikan, toga í til að koma ekki of mikið. Og núna, svo ég þurfi ekki að ganga frá þessum enda, þá held ég áfram að vefa hann inn. Tekur smá lengri tíma, en samt. Það er allt komið í flækju, náttúrulega. Ég væri búin að losa hana, en að því ég er að sýna ykkur þá er það svolítið að verða fyrir. Og ég held áfram að vefa inn. Svona. Og það sem gerist núna hér, að því nú er ég komin að þessari síðustu, þá vef ég inn þennan hérna. Og þá fer ég yfir þetta bleika sem ég er með hér. Þá set ég það yfir. Og undir og yfir aftur, þannig að það kemur svona eins og lykkja. Og svo held ég, tósa ég náttúrulega hérna í. Og svo held ég áfram til að þurfa ekki að ganga frá þeim enda. Og held áfram að vefa því inn. Mér langar einnig að minnast á það hvað gerist ef að, nú er ég að prjóna hérna gráan. Og svo prjóna ég hérna bleikan eins og áðan, þá vef ég bandinu. Þá vef ég bandinu sem sagt áfram. Þannig að þetta hérna fer yfir. Þá vef ég þetta þannig að það fer yfir. Sjá, þetta er alveg komið svolítið mikla flækju hérna hjá mér. Þessi fer alltaf yfir. Og yfir. Og þá myndi ég halda áfram með gráa bandið og taka þann sem var hérna megin og vefja hann utanum. Og halda áfram
með það. Þannig að ef það kemur bil, þá gerir það bara, þá vefur upp og það þetta sem sagt að krækja saman böndunum til að festa þau, til að þess að koma ekki þessi göt.